Komið þið sæl, við sjáum á yfirlitskortinu þessa miklu hæð sem hér suður af landinu. Það lægð sem myndast á Grænlandssundi og gengur hér yfir í kvöld og nótt. Hún fer síðan til norðurs og gengur síðan til baka á morgun og á laugardag og veldur líklega mjög hvassri norðanátt og miklum kulda á norðanverðu landinu, sérstaklega á laugardag. Við erum svona alla jafna í köldu lofti og eins og við sjáum hérna á vindakortinu þá hvessir í nótt af suðvestri. Það hlýnar í bili og verður rigning víðast hvar á láglendi allavega í nótt og á morgun en kólnar síðan aftur leið og áttin snýst í norðlæga átt. Það verður líklega svolítið hvasst á norðanverðu landinu á tímabili seinnipart nætur en annars þetta svona yfirleitt kannski 13 til 18 metrar á sekúndu. Hér sjáum við erum við komin fram á laugardag og sjáum þarna snerist í þessa hvössu norðanátt og við þurfum að fylgjast vel með því veðri. En í fyrramálið útlit fyrir hvassa suðvestanátt á suðvestanverðu landinu. Hiti verður víðast hvar komin upp fyrir frostmark, kannski helst að verði frost á fjallvegum, þó ekki endilega líklegt á Suðurlandi en mögulega ennþá frost til dæmis á Holtavörðu heiðinni. En það verður rigning og má segja þíða upp í svona flest fjöll. Það svipað sögu að segja af Vestfjörðum, kannski heldur minni vindur svona eftir því sem að austar dregur en þó þannig að það þurfa að fara svolítið varlega. Það minnstur vindur líklega á ströndum aldrei þessu vant en hvassara við Breiðafjörð og yfir Vestfjörðum. Á norðaustanverðu landinu þá verður hvasst í fyrramálið eins og ég sagði og í nótt það verður aðeins fara að draga úr vindi klukkan 8 í fyrramálið, til dæmis í Eyjafirðinum. Gæti orðið þetta 23 metrar á sekúndu og snarpar vindhviður niður Eyjafjörðin í nótt en dregur síðan smám saman úr í fyrramálið. Það nú útlit fyrir að verði þurrt að mestu en hitinn fer væntanlega fyrir frostmark á þessum slóðum eins og annars staðar á landinu. Á suðaustanverðu landinu þá svona heldur hægari vindur og kannski að verði hvað svalast þar í fyrramálið en skilin eiga þá eftir að í raun og veru ganga hérna alveg til austurs með rigningu og aðeins hvassari vindi. Síðdegis á morgun að þá fer nú smám saman að snúast í norðanátt og kólnar aftur á norðanverðu landinu en vestanáttin verður ríkjandi og líklega svona frekar þurr á suðurhelmingi landsins fram á laugardag en svo sjáum við hérna hvað gerist á laugardagskvöld eða á föstudagskvöld og fram á laugardag. Þetta eru svona 20 til 28 metrar á sekúndu í meðalvindhraða á norðanverðu landinu. Gulu merkin þarna voru þetta yfir 30 metrar á sekúndu. Það búið að gefa út gular viðvaranir nú þegar vegna þessa veðurs og við sjáum það hér. Það verður stórhríð á öllu norðanverðu landinu og líklega á norðanverðu Austfirði líka, mjög hvasst undir Vatnajökli og sunnanverðum Austfjörðum og má alveg búast við því að verði bálhvasst til dæmis í Hamarsfirði. Það ekki alveg komið á hreint nákvæmlega tímasetningarnar fyrir þetta veður þannig að það þarf að hafa varan á en það ljóst að það verður ekkert ferðaveður á norðurhelmingi landsins á laugardag og þegar það dregur úr á laugardagskvöld að þá verður ennþá léttur snjór nýfallinn og mjög auðveldlega skafrenningur á þessum slóðum og eins og segi það verður líklega ekkert ferðaveður. Mun betra að bíða með ferðalög þangað til á sunnudag. Þá dregur smám saman úr þessari norðanátt að verður hægviðri bæði á laugardag og sunnudag líklega á vestanverðu landinu og bjart en sem sagt það svona skeinuhætt veðrið allavega getum við sagt á norðausturhluta landsins helgina. En það ganga yfir skil hérna í fyrramálið, það verður rigning og hlýindi á öllu landinu líklega í fyrramálið sem sagt, en síðan ganga skilin til austurs og það þiðnar hérna suðaustanverðu landinu en á svipuðum tíma þá fer í norðanátt og kólnar líklega með einhverjum éljum annað kvöld á norðanverðu landinu. Verið sæl. Föstudag